Við Íslendingar, sú kynslóð sem nú uppi, tókum við frjálsu og fullvalda ríki. Ég tel að það þurfi verulega mikið að koma til þess að við, þessi kynslóð sem nú ræður fyrir landinu, breyti stöðu landsins gagnvart öðrum ríkjum heims. Það óvarlegt að gera það. Og halda því fram að menn séu að íhuga inngöngu í Evrópusambandið vegna komandi kynslóða finnst mér alveg yfirmáta hrókafullt. Við vitum hvað við höfum, við erum frjálst og fullvalda ríki, við höfum ekki hugmynd hvað kann að taka við ef að þjóðin segir að meiri hluta til já á höfuðdaginn. Við höfum ekki hugmynd það. En það eitt sem víst að við munum verða fyrir verulegum kostnaði. Ef við höldum okkur við það að vorkenna ekki Evrópusambandinu með allar sínar þúsundir embættismanna og skrifstofuhald og svo framvegis, þó að þeir séu að leggja út kostnað vegna hugsanlegra aðildar Íslands eða aðildarviðræðna Íslands, þá ættum við að minnsta kosti að líta okkur nær og sjá það í hendi hvað þetta kostar Ísland. Þetta kostar fjármuni, þetta kostar tíma og þrek íslenskra embættismanna og yfir höfuð að tala íslenska embættiskerfisins í heild. Og ef að þetta á að vera upp á von og óvon, bara til að kíkja í pakkan, þá tel ég það vera alveg fráleitt að leggja út í þann kostnað. Ef svo færi að við enduðum í aðild að Evrópusambandinu, þá bætist nú heldur betur á okkur fyrirsjáanlegur kostnaður á næstunni þar. Evrópusambandið stefnir að því að taka Úkraínu inn í sambandið og allir vita hvernig ástandið þar eftir einhverja lengstu styrjöld sem að staðið hefur í Evrópu síðustu 2 aldirnar. Það allt í kalda koli og rúst, fyrir utan það að allar hreyfingar til eða frá í Úkraínu eru mjög dýrar vegna landlægrar spillingar sem að tekur til sín óhemju fjármuni. Og það dálítið merkilegt í aðdraganda þessara kosninga að það hefur mikið verið að gerast einmitt í Úkraínu þar sem að innlendir menn hafa verið að gagnrýna spillinguna og kostnaðinn sem að hefur ónýtt hernaðargetu Úkraínumanna að þeirra sögn og dregið úr möguleikunum á því að þeir standist stríðið við Rússa. Nú virðist það vera að gerast einmitt þessa dagana að það að verða vatnaskil í styrjöldinni í Úkraínu. Vonandi og líklega hillir undir lok hennar, ef ekki upp úr áramótunum, þá með vorinu, eftir því sem að bjartsýnustu menn hafa látið sér þetta í hug. Hvað mun það kosta okkur Íslendinga að standa að þeirri uppbyggingu sem Evrópusambandið hlýtur í framhaldi af stuðningi sínum við hernað Úkraínumanna gegn Rússum? Hvaða kostnaður bætist þar ofan á þegar að því kemur að endur byggja landið þannig að það verði lífvænlegt? Það verði engar smá upphæðir. Og þær upphæðir hljóta að lenda á auðugustu ríkjum, aðildarríkjum Evrópusambandsins og þar eru Íslendingar ofarlega á blaði. Þó við séum ekki margir og þó íslenska hagkerfi sé ekki mjög stórt, þá eru gríðarleg auðæfi eigi að síður í landi, þó ekki væri nema lífeyrissjóðakerfi íslenska sem að tryggir landsmönnum ríflegan lífeyri miðað við það sem gerist og gengur í Evrópu almennt. Íslenska lífeyriskerfið í grunninn gjör ólíkt evrópsku kerfunum, það eru gegnumstreymiskerfi. Lífeyrissjóðirnir íslensku eru sjóðir sem að ráða miklum peningum og hafa hingað til geta staðið undir allvænum lífeyri miðað við það sem gerist og gengur í Evrópu. Nú það svo að stærstu og burðugustu ríki Evrópu eru að draga úr peningum til almannatrygginga.
reksturs sjúkrahúsa og annars infrastruktúrs af því að þau ráðu ekki yfir fé til þess að annars þetta svo vel sé, meðal annars vegna stríðsins í Úkraínu. Þeir fjármuni sem við höfum hingað til lagt í þessa styrjöld eru hjóm eitt í samanburði við það sem bíður þegar að þessu stríði lýkur. Fjárþörfin bara í Úkraínu verður gífurleg. Og ef að stríðið breiðist út og verður víðtækara heldur en það er þegar, þá getum við séð það í hendi hver okkar staða fjárhagslega verður gagnvart aðildinni að Evrópusambandinu. Þetta er feigðarflan að mínu viti og ég hvet fólk til þess að leggja niður fyrir sér hvernig það sér þessa hluti sem að ég hef verið að gera umræðefni núna.